Í dag ætlum við að mæla eigintíðni strengs og til þess er ég með hérna þetta fína strengjahljóðfæri, ég er með gítar og við ætlum að skoða einhvern af strengjunum. Ég ætla til dæmis bara að skoða hæsta strenginn og við ætlum að sjá sambandið milli lengd strengsins og tíðninnar sem hann gefur frá sér. Til þess þarf eitthvað til að mæla tíðnina. Við erum að nota forritið Fiplox og við komumst að því að það var betra að geyma mælinn, símann, í svona cirka allavega meters fjarlægð, af því þá var auðveldara að greina nákvæmlega grunntóninn sem kemur en ekki yfir tónana sem koma með. Ok, þannig að það sem ég þarf bara að vita, já, er að mæla tíðnina og ég þarf síðan að vita hversu langur strengurinn er í byrjun. Þá bara mæli ég hérna lengdina og svo þarf ég bara að vita lengdina á þessum litlu bilum milli strikana til þess að geta dregið frá heildarlengdinni fyrir hvert skref. Ok, þannig að þá byrjum við bara á fyrstu mælingunni. Þá til þess að hinir strengirnir trufli ekki, þá ætla ég að halda fyrir þá og bara byrja. Og svo er ég með svona tæki, ég held að þetta heiti capo, sem ég ætla að nota til þess að halda strengjunum niðri, hérna við fyrsta strikið. En ef maður er ekki með svona, þá notar maður bara putta. Og svo aftur man ég að halda fyrir hina strengina og geri þá mælingu númer 2. Og höldum áfram. Og bíddu við. Bú. Og síðasta mælingin. Og þar höfum við það.